Bonjour, mon ami. Mes amis. Je m'appelle Pieter Einarsson. J'habite à Höganäs, près de Höganäs, à Eyjafjörður. Vous parlez français, n'est-ce pas? Est-ce que tu es français? Ég verði að byrja Pétur að ljúka máli sínu. Þetta var mínúta, ég ekki búið mínútu. Það vill svo einhverjum til. Ákomið á næsta lið, já og nei spurningar. Allir frambjóðendur svara sömu spurningum og lyfta upp grænu spjaldi fyrir já og rauðu spjaldi fyrir nei. Ríkir ójöfnuður á Íslandi? Það er svona spjald. Önnur spurning, eru þið fylgjandi því að halda áfram spítalabyggingu við Hringbrautina? Eru þið fylgjandi því að halda áfram spítalabyggingu við Hringbrautina? Fjórða spurning, eru þið hlynnt því að fá áfengi í matvöruverslanir? Já, endilega. Ég minna á að svörin eru til að, nei spjöldin eru til að svara. Þið hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýri? Nei. Ég er alveg Akureyri. Eru þið hlynnt aðskilnaði ríkis og kirkju? Er það á stefnuskrá ykkar flokks að koma notendastýrðri persónulegri aðstoð í lög á næsta kjörtímabili? Ég náði þessum bara ekki. Tökum við eins og enn, er það á stefnuskrá... Fyrirgeðu elskar, þú talar svo hratt og samfélagi ég hef ekki manna hvað stóð. Talar svo hægar elskar og skýra. 9. spurning, ertu feministi? Já. 11. spurning, áttu Snapchat? 12. spurning, ætlar ykkar flokkur að gera eitthvað í því að lækka verð á innanlandsflugi? Já, svo sannarlega. 13. spurning, er þið fylgjandi því að lækka kosningaaldurinn niður í 16 ár? Hér nú aldrei veit að meira vitleysur. Já, 30 sekúndur. Árið 1919, já, það voru stofnuð 2 flugfélög, annars vegar KLM og hins vegar Flugfélag Íslands. Þetta eru elstu flugfélög heims. Það er þannig til. 1936 var Flugfélag Íslands núverandi stofnað á Akureyri. Þess vegna segi ég Akureyri alltaf að tala um Akureyri í Reykjavíkurflug. Þetta er Akureyri sem er vagga flugsins á Íslandi. Ég er núna að reikna út rekstrakostnað á þessum 20 ára gömlu Bombardier-vélum flugfélagsins, hvað það heitir núna eitthvað Connect í hvað eldgamlar druslur sem að starfsfólk og setja til Afríku sem hún teknar hingað til Íslands. Ég ætla að reikna út rekstrakostnaðinn og aðtúa hvað fyrir á þessu og ég ætla síðan að segja þegar þú sjá rekstrakostnaðinn ríkið á borga þennan notar niður 50%. Hver er ykkar stefna í húsnæðismálum á höfuðborgarsvæðinu? Okkar stefna í menntamálum er svo fella niður námslán og koma upp námslaunum. Amen. Það voru feministar, þá lyftu allir grænu nema þið. Getur þið útskýrt það eitthvað nánar? Eigið, þetta er svo erfitt. Mamma var mamma, amma var amma, konurnar mínar hafa verið konur og stelpurnar mínar hafa verið konur. Sjálfur finnst mér stundum ég vera kona í karlmannslíkama. Mér finnst einhvern veginn engin munur á kynjunum. Ef þið viljið að ég segja að ég elski konur, þá ger ég það svo sannarlega. Hvað er feminismi? Viljið þið sjá kallisma? Ég bara sé engan mun, þess vegna gerði ég þetta. Svo sannarlega vil ég sjá ungar konur í fremstu röð og engin ánægri heldur en ég. Við erum til dæmis að sjá næsta forsætisráðherra, Kötu Jagd. Ég mér aldrei tala illa um að gera, það er alveg reyna mínum við það. Þetta verði yndislegt. Að þessu leyti er ég feministi. En ég vil engar öfgar. Ég vil ekki þetta endi með því að það þurfa að stofna kallaflokk, svo við kallarnir fáum ekki að tala. Við erum alveg sama og konur. Konur er alveg sama. Það eini munurinn á okkur er á milli fótanna á okkur. Þið vitið það. Gamla fólkið hefur það rosalega gott. Sérstaklega eftir að Viagra kom á markaðinn. Það er ekki tilviljun að ég talaði á frönsku í byrjun. Franska stjórnarbyltingin breytti veröldinni.
F-ið sem ég er með stendur fyrir frelsi, jafnrétti og bræðralag. X-ið stendur alltaf fyrir það sem við þurfum að finna út í stærðfræði. Við þurfum að finna hvernig getum við borgað það sem við ætlum að gera á þess að raska þjóðfélaginu. Við erum búin að finna það og eitt höfum við umfram Vinstri-græna, en bara eitt og það er kjarkur. Og við svíkjum ekki, þau komur oft í ríkisstjórn og aldrei staðið í það sem var að lofa. Er það ekki að skilja á allir stjórnum sjálf? Nei, ég var einmitt að útskýra hversu ólíklegt það er og það er af málefnalegum ástæðum. Það er af málefnalegum ástæðum. Það er ekkert af því. Eitthvað lýsingur á því. Svona Pétur minn. Það er satt. Allskotin eru gæðari sjálfstæðisflokk. Leifum að tala. Hættu þessu nú Pétur minn. Leifum að tala. Hættu Pétur minn. Það er nú komið tími til að þú bara gerir einn ónefndan hlut á þessum fundi. Já, ég þegi. Já.